Komiði sæl, ég heiti Ólafur Ástgeirsson og sviðsstjóri bygginga- og mannvirkjasviðs Iðunnarfræðsluseturs og við erum stödd hérna á húsverndarstofu og hjá mér hérna fólk og ég ætla kannski að biðja ykkur að kynna ykkur eða viltu vera svo væn? Já, ég heiti María Gísladóttir, ég arkitekt og starfa hjá Minjastofnun Íslands og hérna í húsverndarstofu stundum. Já, og ég Alma og ég vinn í húsadeild Borgarsögusafns og verkefnastjóri húsverndar. Já, ég heiti Magnús Skúlason og arkitekt og starfsmaður húsverndarstofu. Svo ég fyrrverandi formaður húsafriðunarnefndar og með meiru en aðal starfið núna að vera hér til ráðgjafar. Nú, húsverndarstofa, María, hvað það? Húsverndarstofa samstarfsverkefni sem Minjastofnun Íslands stendur að ásamt Borgarsögusafni Reykjavíkur og Iðunni-fræðslusetri og hefur verið starfrækt nokkur ár. Og þetta við höldum til hérna í Árbæjarsafni þar sem við veitum fólki ráðgjöf og ráðleggingar allt sem við kemur viðhaldi og viðgerðum á gömlum húsum. Og það kannski aðalega timburhúsin en líka steinhús og ýmsar og svona færist upp líka í aldri þannig að við erum að fá sífellt yngri hús hérna sem við erum að ráðleggja fólki Og hverjir eru svo hérna, hvað verið að gera hérna? Hver svona þessi þjónusta sem í boði hér? Já, við erum hérna á miðvikudögum frá 3 til 5 og hingað getur hver sem leita til okkar. Það bæði fagfólk, smiðir, arkitektar eða bara húseigendur. Þannig að það bara fólk hvaðan sem á landinu sem getur hringt í okkur, senda okkur tölvupóst, utan þessara svona hefðbundnu tíma. Sem á miðvikudögum, milli 3 og 5? Frá 3 til 5 og þá erum við hérna í kjöthúsi. Og það bara svona walk-in stemming, sko. Fólk kemur bara og svo myndast stundum röð og... Magnús, þú nú hérna, þú hefur nú setið hér til að ráðleggja fólki. Og hvernig svona, hvað fólk að spyrja hvað vill fólk fá að vita svona, hvert Já, það eiginlega alveg óteljandi atriði sem að koma hér upp. Það hvort að fólk eigi að gera við hluti eða að fleygja þeim til dæmis og við leggjum megin áherslu á viðgerðir húsa. Viðgerðir byggingar hluta en ekki að vera að fleygja viðgerðarhæfum hlutum út og kasta þeim. Og við bendum á það að í gömlum gluggum og þess áttar til dæmis gamall góður víður sem miklu betri en sá viður sem að færi í dag og þá maður að gera við, maður á að endurbæta allt og gera við frekar en að fleygja. Á það leggjum við mikla áherslu. Og hérna kemur inn á okkar borð nánast bara allt, hvort sem að ræða ónýta glugga, veggi, þök eða hvað eina. Síðan eru það nánast sálræn vandamál sem koma hér upp líka, peningavandræði og lánafyrirgreiðslur, nágrannaerjur. Það nánast allt á okkar borðum hér, getum við sagt. En ég langar aðeins til að bæta við hér að því við sitjum hérna í þessari húsverndarstofu sem var ákveðið að setja hérna upp í 2010 minnir mig. Jón Norstein arkitekt sem norskur, hann á eiginlega heiðurinn af uppsetninguna á þessari sýningu og hvernig þetta allt byrjaði. Við vorum á þessu samvinnu en hann átti eiginlega mestan heiðurinn að því og satt hér í upphafi í húsverndarstofu á vegum þá húsafriðunarnefndar sem þá hétin en núna orðið Minjastofnun. Og þannig að hans verk eru hér ennþá hérna upp á borðum og ómetanleg. Þannig að ég vil endilega minnast þess. Og svo sitjum við hérna í gömlu húsi sem var bjargað frá Vopnfirðingum. Þeir ætla að rífa þetta hús á sínu tíma. Þjóðminjar voru bjargaði því. Þetta eru verslunarhús gömul frá Vopnafirði. Frá því 1820. Kallað kjöthús að því að bæði kjöt og ullarhús, því að hér eru hangar niðri þar sem hægt var að hengja á kjöt
annars vegar og síðan ull þegar sopar undir. Og nú vilja náttúrulega Vopnfirðingar fá þessi hús aftur, en þau leggja náttúrulega ekkert á lausu. En sem sagt að það hefur farið ljómandi vel okkur og okkur hefur fundist þetta að vera svona viðeigandi umhverfi. Við getum strax bent hér á gamla glugga, gamalt gólf sem er tengt nýju gólfi og svo framvegis, því að stundum setur maður nýtt innan gamalt og þá er gaman að geta séð hvoru tveggja til samanburðar. En já, ef ég má bæta við, því þú spurðir hérna hverjir að leita með hvers konar vandamál, að það er kannski bara allt frá því að þurfa ráðleggingar með litaval upp í mun stærri framkvæmdir, þar sem fólk að taka niður forskalningu, færa hús aftur til upprunalega horfs og bara svona stærri framkvæmdir. Þannig að það er alveg allt frá einhvers konar ráðgjöf innandyra eins og Magnús segir, gólfþjalir eða gluggar upp í eitthvað mun stærra. Og svo af því að Magnús kom líka aðeins inn á peningavandræðin, að það eru til sjóðir til þess að styrkja fólk í svona framkvæmdum. Við erum annars vegar með húsafriðunarsjóð sem að Minjastofnun Íslands heldur utanum og svo er líka sjóður hér í Reykjavík sem heitir Húsverndarsjóður Reykjavíkur. Já, Reykjavíkurborgar og við bendum fólki líka á þetta og svona stundum bendum þeim á hvernig sé hægt að bera sig að og eftir þessum styrkjum. Það sem er lögð mikil áhersla einmitt að styrkja þá sem eru að leggja það á sig að færa aftur til upprunalegs horfs. Og kannski ein spurning varðandi þetta, eru þessi sjóðir að úthluta einhverjum svona verulegum fjárhæðum? Er þetta eitthvað sem munar eða hvernig hefur þetta reynst? Ég held að þetta sé með eins og Húsverndarsjóður Reykjavíkurborgar meiri svona hvatningarstyrkur. Svona fyrir þá sem eru að leggja það á sig að fá sér smíðaða glugga frekar en að fara og kaupa verksmiðjuframleidda glugga. Það er svona svolítið verið að styrkja þá sem að leggja það frekar á sig, því að auðvitað vitum við að það er dýrara en náttúrulega gæðin eru meiri sem þú færð fyrir vikið. Jú. Myndi kannski vilja bæta við því að eins og Ármann sagði þá er Reykjavíkursjóðurinn, hann er dálítið fátæklegur og hefur ekki vaxið mikið nema að síður sé, hann hefur þvert á móti minnkað með það sem var, en Húsafriðunarsjóður sem var stofnaður 1975, hann var allfátæklegur í byrjun en hann hefur vaxið verulega með árunum og stjórnvöld hafa tekið gert töluvert átak í því efni og hann hefur haft heilmikið að segja fyrir hús víða landið. Hann hefur víða haft mikið að segja og það hefur orðið til þess að hús hafa komist á koppinn. Ég nefni dæmi sjóminjasafnið á Siglufirði sem að komst á koppinn einmitt eða var viðgert mikið fyrir styrki frá Húsafriðunarsjóði á sínum tíma og það eru mýmörg dæmi allt í kringum landið það. En síðan eru þessi sjóði þeir virka eiginlega þannig að pínlítið eins og gulrót að sko ef að menn fá einhvers konar styrk að þá leið eru þau svona skuldbundin sig kannski til að fara eftir þeim vinnuaðferðum sem við erum að reyna að koma fólki skilningum. Það sé að gera það sem við kallum rétt í gæsalöpum við, það sé að gluggar fara ekki einhver út og suður í sinni viðgerð vegna það er svo mikilvægt að þessar viðgerðir fari rétt fram og við kannski komum að því á eftir kannski. En Húsafriðunarsjóðurinn, sem sagt, hann hefur haft mikið að segja að mínu mati gegnum árin, en það vantar alltaf ennþá meira fé. Og núna síðasta til dæmis sem við vorum að heyra, Húsafjarðarkirkja og safnarheimið við hliðina, bara allt grautfúið og vantar þar stór fé. Húsavíkurkirkja. Segja mér sko, þið eru hérna í húsverndarstofunni, er það að taka á móti fólki og fólk kemur hér og það getur hringt og sendt tölvupóst og allt það, en þið eru ekki bara að ráðleggja, þið eru líka með hér í húsinu bæði sýnisorn af
byggingarhlutum og byggingavörum sem fólk getur notað sem í þessu. Já, og svo náttúrulega staðsetningin frábæra því leiti að hér erum við innan gömul hús sem voru byggð upphaflega á mismunandi tíma og eru úr mismunandi byggingarefnum, þannig að fólki gefst líka tækifæri til að sjá þessar útfærslur, svona þessar réttu útfærslur. Já. Því að kannski oft það sem við sjáum annars staðar vitum við ekki endilega hvort að það svona eigi að vera með þeim hætti sem það er, sko. Svona, hvort það sé þessi hefðbundni byggingastíll eða, já. Við erum alltaf með hérna svona byggingarhluta til sýnis sem hægt að handleika eins og Alma var að segja. Síðan alltaf undirliggjandi heilmiklar upplýsingar á netinu sem við getum bent á og við getum ráðlagt fólki hurðarhúna eða eitthvað þess áttar sem fást kannski bara hérna í Brynju eða annarri búð. Síðan getum við kannski ráðlagt fólki hvort þá að nota kannski bara nýtt í staðinn, eitthvað einfalt nýtt eða eitthvað þess áttar. En við höfum sem sagt þennan sýnishorn sem fólk getur svona hort á aðeins og þá meti hvort það passar eða ekki, þannig að En þið hafið þá líka upplýsingar það hvað hægt að fá, hvað hægt að kaupa þetta og sem þið getið vísa fólki á verslanir sem eru að selja hluti sem passa inn í þetta. Svona, og ekki bara sko, verslanir, við erum náttúrulega líka að vísa fólki bara á góðar upplýsingar sem ekki endilega útgefnar á Íslandi því að þrátt fyrir að það sé margt mjög gott og við vísum mikið í ritröð húsafriðunarnefndar sem var gefin út fyrir þó nokkru síðan en þá það bara það sem hefur verið gefið út erlendis alls konar leiðbeiningar fyrir húseigendur síður þar sem hægt að kaupa gamla húshluta eða hurðarhúna eða ljós eða hvað sem það þú veist, svona, það svo margt annað sem að við erum að vísa fólki líka á. Svo erum við með litapröfur, þannig að við erum að kannski aðstofa fólk sem á hús í einhverjum ákveðnum stíl fyrir ákveðnum tíma og svona leiðbeina því svolítið með það. Hvernig svona, fólk hefur raunverulega áhuga á því að gera eitthvað sem passar byggingastílnum og byggingatímanum líka, sko. Já, ég sé það að þeir eru líka með fullt af gögnum, alveg heilu möppurnar fullar af upplýsingum. En segðu mér annað í sambandi við ekki fólk að koma, vill það ekki breyta húsum, ekki verið að spyrja svolítið út í það, stækka kvista, stækka glugga, vill meiri birtu eða eitthvað slíkt? Meira pláss. Meira pláss, byggja við, já. Þá ráðleggjum við bara að finna annað hús. Já, til dæmis. Sko það náttúrulega árátta Íslendinga alltaf að vanda pláss þar byggja við. Og þannig var alltaf byggt við torfbæinn. Þannig var alltaf byggt við bárujárnshúsi og svo bara klætt með bárujárni og svo myndaði það eina heild. Og þetta heldur áfram í dag og eins og Alma var að segja að ef að fólk fer offæri í þessu þá langbest að benda á að fá sér bara annað hús. Það er ekki endalaust að vera. Jú, við byggingar koma þessu og við höfum lagt áherslu á það hér að það sé ekkert að því sambandi við bárujárnshús að fylgja þeirri hefð að bæta einhverju við það og það þurfi ekki endilega sjást svo greinilega. Það er hægt að lesa söguna, byggingarsöguna þrátt fyrir að maður sé ekki með eitthvað alveg splungu nýtt element. En það er fullt af fyrirspurnum viðbyggingar og sjálfsög ekkert óeðlilegt við það að byggja við þessi hús. Þau þola það mörg hver og það hefur verið hefð fyrir því að stækka þau. Já. Og við erum að reyna að vera til ráðuneytis það og koma svona með hugmyndir en við setjumst náttúrulega ekki kannski niður með einhverjar loka hugmyndir. Við reynum að gefa fólki þá einhver svona hugmyndir leiðbeina því átt. Í hvaða átt væri hægt að fara og svona. Og það má kannski bara bæta við þetta og bara árétta það auðvitað ef að fólk kemur hingað og er með hugmyndir að stækka og við leiðbeinum þeim þá bendum við líka fólki á sem að flestir reyndar vita og nú orðið að það bara gilda lög það að hús sem hafa náð ákveðnum aldri þau eru njóta verndar. Þannig að allar breytingar séu háðar leyfi frá Minjastofnun þannig að það þurfi að hafa samband við stofnunina og skila gögnum þangað og fá heimild frá stofnuninni áður en að hægt að
fara í framkvæmdirnar, þannig að það ekki nóg að koma bara til okkar eða fá hugmynd og svoleiðis. Það gott að vita það, hafa það í huga. Og svo kannski eitt annað, það að sko geta komið hingað og fengið upplýsingar hvert á að leita eftir upplýsingum. Það eru mjög margir sem að vilja færa húsið nær upprunalegu útliti. En það veit ekki endilega hvert á að leita og þá kemur það hingað og við aðstöðum fólk með þessa staði sem það getur leitað á. Flétt upp brunavirðingum til að fá að vita meira upprunaleg byggingarefni eða stærðir eða ljósmyndavefi. Það er sko heimildirnar liggja víða og fólk þarf bara stundum svolítið að fá þessar leiðbeiningar hvert það á að leita sko. Til Minjastofnunar upp og fá einhver ákveðin ráð eða leyfi eða svona. Já, það er ekki þannig að ég geti komið hér og ef ég ætla að breyta mínu húsi að ég bara komi hérna og þið bara segir mér allt það og bara þið geti teiknað fyrir mig og ekki öll arkitektar og svona, ég menna ekki bara hægt að fá þetta gert hérna á Húsverndarstofu eða? Það ekki alveg svo góð frí þjónusta hér. Nei, ekki alveg svo. En það nú bara 2 tímar í viku og þannig að það nú ekki kannski mikið tími til stefnu en þetta nú svona meira skissu sem við gerum fyrir fólk og afhendur svona og til að eins og við að segja beina því á svona rétta braut svona. Og það sem náttúrulega frábært að þetta aðgengilegt öllum hvar sem þeir eru staðsettir á landinu. Það geta allir sendt okkur tölvupóst og það geta allir hringt í okkur á þessum tíma milli 3 og 5 á miðvikudögum eða komið og að hafa aðgang að svona þjónustu sem frí rosalega mikilvæg og bara mikilvæg bara fyrir húsvernd á Íslandi sko, að það sé ekki bara Minjastofnun því það mæðir náttúrulega mikið á þar að geta leitað til svona sérfræðinga í þessu og bara svona átt þetta samtal sem margir bara að leita að sko. Já, nákvæmlega. Ég held að við séum komin svona vitum orðið flestum það sem að gerast hér á Húsverndarstofu og ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir mjög ánægjulegt spjall. Já, takk. Takk fyrir.